Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 18. maí 4. sunnudagur eftir páska og þema dagsins að vaksa í trú. Í lektíunni segir Guð, ég mun gefa þér nýtt hjarta og leggja þér nýjan anda í brjóst. Í pistlunni skrifar Jakob, sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa að ofan. Og í Guðspjallinu segir Jesús, nú fer ég til hans sem sendi mig, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þema dagsins að vaksa í trú á boðskapinn sem að Jesús færði okkur. Skilaboðin frá Guði. Guð var ekkert að senda okkur SMS, einhvern stuttan og hnýtmiðaðan texta. Hann sendi son sinn. En gamlir textar vefja stundum fyrir okkur. Bæði getur merking breyst við þýðingu milli tungumála, málvenjur breytast sem og merkingar orða. Vegna þéringar í texta Guðspjallsins, sem gömul málvenja nær aflögð, þá freistast menn til að skipta yfir í almennt talmál og skipta þá oftast út yður í ykkur, það fleirtölu. Persónuþéringin yður eins í eintölu og fleirtölu og fleirtalan passar ekki alltaf við textan. Og í því sambandi velti ég því fyrir mér hvort Jesús hafi ekki frekar viljað færa okkur persónleg skilaboð, hvort hann hafi ekki fremur viljað tala persónlega inn í hjarta hvers manns fremur en að tala yfir fjöldan. Í texta Guðspjallsins í dag eitt orð sem gefur til kynna eintölu. Það þar sem Jesús segir hjarta yðar en ekki hjörtu yðar. Þetta eina orð breytir öllum textanum í samtal milli Jesú og lesandans eða áheyrandans. Og ég ætla að lesa Guðspjallið sem persónlegt samtal Jesú við þig. En Guðspjallið úr Jóhannesi 16. kafla. Jesús sagði, en nú fer ég til hans sem sendi mig. En hryggð hefur fyllt hjarta þitt af því að ég sagði þér þetta. En ég segi þér sannleikann, það þér til góðs að ég fari burt. Því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til þín. En ef ég fer, sendi ég hann til þín. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum, hvað synd, réttlæti og dómur. Syndin að þeir, það leiðtogar gyðinga, trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fari til föðurins og þú sér mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Enn hef ég margt að segja þér, en þú skilur það ekki nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða þig í allan sannleikann. Það sem hann segir þér, hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja þér það sem hann heyrir og kunngjöra þér það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því að af mínu mun hann taka og kunngjöra þér. Allt sem Faðirinn á mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði þér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins að vaksa í trú og boðskapurinn einstaklingsmiðaður. Það var ekki bara lærisveinunum til góðs að Jesús færi til föðurins, það líka mér og þér til góðs. Hver og einn þarf að sinna sinni trú svo hún vaxi og styrkist.
Sé textinn lesin sem persónleg skilaboð, þá talar hann beint til þín og mín og gefur okkur báðum aðra og dýpri merkingu. Þarna útskýrir Jesús fyrir hverjum og einum persónlega hvers vegna hann varð að fara til föðurins og segir jafnframt að hann sendi styrk gegnum heilagan anda, svo að þú og ég höfum ekkert að óttast. Og það sem meira eftir því sem trúin vex, þá vex skilningurinn á textanum að sama skapi, með hjálp heilags anda. Þess vegna bætti Jesús við, enn hef ég margt að segja þér, en þú skilur það ekki nú. En andi sannleikans mun hjálpa þér að skilja það á göngunni til Guðs. Jesús talaði í myndlíkingum og dæmisögum svo að við getum máta þær við líf okkar. Þær segja okkur að í gegnum alla veraldarsöguna hefur mannkynið verið að kljást við sömu vandamálin í samskiptum sín á milli. Sama baráttan hefur staðið yfir að hafa í sig og á sömu áhyggjur af uppskeru, afkomu, heilsu, fjárhag, húsnæði og fjölskyldu og sömu freistingar. Og smásaman áttar þú þig á hinu flókna samspili, góðs og íls í heiminum. Við staðsetjum alla skynsemi í heilanum í dag, en á biblíutímum bentu menn á hjartað. Hjartað sem slær á meðan við lifum, en leið og hjartað hættir að slá lífinu lokið. Umbreyting hjartans nauðsynleg og orsakast af vexti trúarinnar. Jesús færði okkur persónleg skilaboð, en til þess að vaxa í trúnni og efla hvert annað þurfum við að eiga samfélag við aðra sem í trú. Þegar Jesús sendi lærisveinana út, sendi hann þá út 2 og 2 saman, svo að þeir fengju styrk hver af öðrum og félagsskap til að ræða boðskapinn. Við skoðanaskipti og umræður fáum við fleiri sjónarhorn, sjáum fleiri tengingar við okkar venjulega lífsmynstur. Trúin verður þá í orðsins fyllstu merkingu okkar hjartans mál. Við fyllumst trausti, vellíðan og lotningu á hinum mikla skapara sem svona and okkur. Jesús sagði að sannleikurinn myndi gera okkur frjáls og það hverju orði sannara. Andi sannleikans frelsar okkur frá synd heimsins. Í lexíunni sem líka persónleg skilaboð segir drottinn Guð: Ég mun gefa þér nýtt hjarta og leggja þér nýjan anda í brjóst. Ég mun taka stein hjartað úr líkama þínum og gefa þér hjarta af holdi. Ég mun leggja þér anda minn í brjóst svo að þú farir eftir boðum mínum og haldir reglur mínar og framfylgir þeim. Í þessum versum lýsir Guð því hvað gerist þegar við tökum trú á hann og það samræmist orðum Jesú sem hann sagði við Nikodémus, að okkur ber að fæðast að nýju. Því að trúin gefur okkur hjarta með anda Guðs, eða eins og stendur í pistlinum, hjarta með gróðursettu orði sem getur frelsað sálir okkar. Í myndrænum texta Biblíunnar stendur líka: Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni, svo að þú lifir. Við getum séð umskurðina tákgrænt þegar við hugsum alla ávextina og grænmetið sem þarf að afhýða til að komast að hinu besta,
Innst inni ávöxturinn hreinn og ómengaður, en utan á ýmist hörð skorpa eða svo veikt hýði að það hefur skrámast og óhreinindi komist inn. Guð vill að hjarta mitt sé hreint og ósýkt af synd heimsins. Við eigum að vera með einum huga, bæði í lofgjörð til Guðs og til annarra Guðs barna, samanber orði Jesú. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar, ef þið berið elsku hver til annars. Og ef við gerum þennan texta líka að persónlegum skilaboðum, þá hljómar textinn þannig: Á því munu allir þekkja að þú ert minn lærisveinn, ef þú berð elsku til annarra. Guð kærleikur og vill að við sýnum öðrum kærleika. Við eigum öll að hjálpast að við að breiða út boðskapinn, því að þannig vöxum við og styrkjum okkur sjálf í trúnni og höldum efasemdum í burtu. Orð Guðs hefur aðeins góðar leiðbeiningar fyrir okkur og okkur sagt að við eigum að treysta honum af öllu hjarta, en treysta ekki á eigið hyggjuvit. Í síðustu fermingu völdu 2 fermingabörn þetta ákveðna vers: Því að Guð meiri en hjarta þitt og þekkir allt. Við vitum að Guð meiri en allt, en þarna hjartað. Það skynsemi okkar sérstaklega nefnd. Bara við það að skipta hugtak, þá skiljum við betur merkingu versins. Því að mitt eigið hjarta dæmir allar mínar gjörðir og oft dæmi ég mig að ósekju. En þetta þekkir Guð. Hann meiri en allt í kærleika. Hann veit að við dæmum okkur hart, en vegna þess að við erum Guðs börn okkur fyrirgefið. Guð þekkir alla klæki heimsins sem reyna að leiða okkur frá honum og veit að við strögglumst við að halda okkur á veginum til hans. En einmitt vegna þess að við dæmum okkur sjálf, þá veit Guð að við erum ekki að synga upp á náðina. Með trúna í hjartanu erum við ný sköpun, breyttar manneskjur, og á lífsgöngu okkar með Guði, þá eflumst við og vöxum í trúnni á hverjum degi. Og vöxtur trúarinnar á sér aðeins stað þegar trúin í hjartanu nærist á kærleiksríku samfélagi við aðra sem trúa og þeirri fullvissu að Guð sé góður, umvefji þig, verndi og blessi. Söfnuður blómstrar þegar kærleikurinn nærður og menn stilla saman strengi í því skyni að lyfta nafni frelsarans upp. Guð gaf okkur frelsi og veljum við að ganga með honum, þá vex trú okkar í samræmi við þá næringu sem við gefum henni. Því það okkar val að leyfa honum að hafa áhrif á okkur þegar við tilengum okkur boðskapinn. Við lærum að treysta hans forsjá, tökum orð hans til okkar og reynum eftir fremsta megni að lifa samkvæmt boði hans, það í náungakærleika. Því Jesús gaf okkur aðeins eitt boðorð, að elska Guð og elska náungan. Þannig vöxum við bæði í trú og kærleika sem þjappar okkur saman, skapar frið, einingu, gefur frelsi og vellíðan. Biðjum því Guð að hjálpa okkur að rækta hina sígildu þrenningu, trú, von og kærleika. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.